Mikil áhersla er lögð á geðrækt, bætta andlega líðan og auki sjálfstraust nemenda grunnskólans á Þórshöfn og til að ná þeim markmiðum er skapandi greinum markvisst fléttað inn í daglegt starf. Virðing, virkni, vinsemd og vellíðan eru einkunnarorð skólans. Já, við erum svona alltaf að reyna að auka það og ekki bara í þeim tímum á stundatöflu og þeirri í stofu, heldur inn í bekkjastofun líka og svona allir taki þátt. Það er bara þetta efla sjálfstraust. Þá erum við komið með sér tíma- og stundaskráð þar sem er bara að koma fram og fara upp á svið og svoleiðis. Svo þau koma bara oftar fram, bara reglulega fram að kynna verkefni sín og við erum að taka bara svona ákveðna þætti, bara, já, styrkja þau bara. Er það ekki í raun, þegar öllu er á botni hvolft, undirstaða þess að maður geti bara þrifist sem mannvera, að maður sé tiltölulega öruggur í eigin skinni? Jú, algjörlega. Það er nú bara einmitt þannig og þá viljum að öllum þetta líði vel og já, vinnum markvisst að því. Og við viljum svona sjá bæði framfarir í auðvitað námi en líka í þessu félagslega og tilfinningaþroskanum hjá þeim. Hér við erum með skólaspa. Þetta er verkefni sem við byrjum á í fyrra. Þetta er svona liður í að efla svona félags- og tilfinningaþroska nemenda. Og 5. og 7. bekkur, þetta var stundaskrá hjá þeim í fyrra. Og erum svona að reyna að festa þetta inn í fleiri bekkjum líka. En þetta eru nemendur sem eru vanir þessu. Þetta sér maður það alveg. Sér alveg mun á þeim frá fyrsta tíma og núna, mikinn mun. Hvers vegna og hvernig kom þetta til? Fyrst og fremst til að efla samkennd og nánd hjá krakkanum og svona félagsheildina og við upplifum að það hafi bara tekst mjög vel. Og þau biðja spa sérstaklega yfir svartasta skammdeginu. Það var mjög hugulegt að hafa Arnaldinn og bara sýna hvort öðru umhyggju. Þau eru svona að því, þau gefa og þiggja. Mér finnst það mjög þægilegt að því maður er búin að vera í bókum allan dag og svo svona fær maður bara að pína slaka á. Hvað er svona þitt uppáhald í slökkunni? Fótabæðið. Var eitthvað óþægilegt við þetta fyrst? Manstu eftir því? Nei. Ég var að vinna í frístund út í Svíþjóð, bjó þar í 3 ár og þar gat maður leikið sér svona allan daginn eða þannig og þar fórum við reglulega í spa og Just Dance og maður sá bara hvað þetta var bæði gaman og þetta þétti bara hópinn. Þannig að mér varst bara upplætt að koma þessu inn í skólastarfið. Núna til dæmis hefði átt að vera í lífsleikni og samfélagsfræði og þetta passa bara mjög vel inn í það. Þau eru að efla félags- og samskiptafærni og gefa og þiggja svona notalegheit og umhyggju. Þannig okkur finnst þetta bara uppfylla ansi mörg markmið. Við ætlum að fylgjast með 5. bekk í Just Dance. Það er kannski einmitt bara svona svipað markmið. Það eru bara saman að dansa og bara gleði og einhver sjálfsöryggi. Já, þannig að þau eru alveg ófeimin í það að dansa fyrir ykkur. Yngsta stiga með söngstund einu sinni í viku en núna erum við að æfa fyrir árshátíðina. Við erum að setja upp Emil í Kattholti.